sælir kæru áhorfendur og verið velkomin í þriðja þátt af Skepnusbretti. Í þættinum í kvöld ætlum við meðal annars að hitta fyrir hressar stelpur sem æfa fyrir FK Fjör. Við kynnumst flottum knappa á Húsavík en ætlum að byrja í Aðaldalnum, nánar tiltekið á Torfunesi hjá honum Baldvini Kristni Baldvinssyni, eða Didda eins og hann er jafnan kallaður. Hrossaræktarbúið á Torfunesi er líklega eitt stöndugasta hrossaræktarbú landsins, en áratuga skeið hafa frá búinu komið gæðingar í röðum. Pjakkur og tenor þeirra miklu töltarar gerðu garðinn frægan á fyrri hluta 10. áratug síðustu aldar og í seinni tíð hafa gæðingar á borð við blæ frá Torfunesi og eld frá Torfunesi komið frá búinu. Og hér eru aðeins nefnt örlítil brot af Torfunes gæðingunum. Didda sjálfan það vart að kynna, enda hefur hann verið í fremstu röð ræktunarmanna langt skeið, en auk þess er hann mikill söngvari og ötull félagsmálamaður, en hann gegndi meðal annars stöðu formanns hrossaræktarsamtaka Eyfirðinga og Þingeyinga tíma. Jæja, hvað ert þú búin að vera að rækta hross í mörg ár? Ja, þau eru nú, það er ómögulegt að vera að upplýsa það, sko. Ég eignaðist mitt fyrsta hross 10 ára gamall, 1960. Og verið að rækta markviss síðan þá eða hvað? Segi það nú kannski ekki, en hugurinn hefur náttúrulega snúist verulega hross og það hefur ekki batnað. Nei. Skilst mér. Nei. Þannig að einhverja fyrstu minningar mínar eru það að á Þorláksmessu, ég hef ekki verið nema 30 ára eða varla það, sko. Þá barðist ég við að reyna að búa til beisli á meri sem mamma átti. Já. Og því ég fikk enga hjálp við það. Ég var mjög sár, það er engin tíma. Nei. Þetta eru mínar fyrstu minningar, það voru hross. Já, að sjálfsögðu. Eða eitthvað tengt þeim. Já. En hvert var svona upphafið að þinni ræktun? Hver er sagan á bak við það? Já, það má nú segja að það sé sko Toppa hérna frá Rangá. Hún er formóðurinn af öllum mínum hrossum, eða okkar hérna. Þetta er nú hlutafélag sem á hrossin. Já. Og hún fæddist 61, 13. nóvember og hún var slysafang. Faðir minn keypti hryssu og sólumagerði í Skagafirði og hún kom í ágúst til okkar. Já. Þótti svolítið útlögumikil og þung á sér. Já. Og 13. nóvember 61 þá var fólald, brúnt merfólald með hrossunum. Og undan þessari meri. Engin veit faðernið eða neitt og ég fór svo að dunda við að temja hana og eða hún mig líka, sko. Já, já. Það var afskaplega skemmtilegt og geðgott hross, fótaburðarmeri en með góðan frampart. Ekki gott bak á lend. Nei. Og það hefur svolítið verið að svona skjóta upp kollinu. Það er alltaf að minnka samt. Já, já. Hátt krossbein. Já. En þetta er alltaf lagast og ég fór svo að rækta svona markvisst, má segja, 78 þegar við kaupum Torfunes. Já. Ég er hérna frá næsta bæ, Rangá, en kaupi hér 78 og þá fer ég svona að markvisst að rækta. En hvernig hross eru ræktuð á Torfunesi? Það er náttúrulega fyrst og fremst sko þetta mjúka og góða geðslag sem er samt tilbúið að skila. Eins og þetta hérna? Akkúrat. Það er svona geðslag sem að mér finnst skipta mestu máli. Það er náttúrulega byggingin sé mjög góð, fagurskapað og geti tekið á með rými. Einhvern tímann sagðist ég ætla að rækta eingöngu klárhross. Já. Eðal töltara. Ég hef aldrei eignast töltara upp á 10. Nei. En ég held að sé nú allavega eitt komið með 10 fyrir skeið. Sko. Já. Þetta getur farið allavega. Þannig að allt er breytingum háð að sjálfsögðu. Já, en þetta er auðvitað sko, það getur enginn búið til, held ég, almennilegan töltarauð sem sé undirliggjandi skeið. Nei. Það er held ég bara, mér var sagt að þegar ég var á góður lærifaðir sem ég var með hér. Frændi minn og hann sagði mér þetta væri þannig og ég er búinn að reka mig á þetta. Já. Það þarf að vera. Klárstamparnir er ekki það sem að gerist. Nei. Það segir kannski best styrk Torfunesbúsins á sviði hrossaræktar að 2 hross frá búinu eiga möguleika á því að fá heiðursverðlaun fyrir afkvæmi á landsmótinu í sumar. Æðstu verðlaun kynbótarhrossa hérlendis.
Gæðingurinn og rýmisbankinn Blær frá Torfunesi annað þeirra. Jó, hann alveg að banka á heiðursverðlaunin. Já. Ég held í þá vona ennþá, okkur vantar afkvæmi. Já. Systir hans, Röst, hún hefur verið að skora mjög vel. Amma Elds til dæmis, Eldur hefur náttúrulega skorað, heillað fólk mikið. Já. Mikill öðlingur. Og mér sýnist að ef að einhver eftir sem horfir að Röst fari í heiðursverðlaun á þessu ári. Það vantar eitt afkvæmi í dóm og mér sýnist nú að komi nú allavega 1, kannski 3 í dóm. Þannig að það allt til í því. Þannig ég held að það sé nokkuð klárt að hún fari í heiðursverðlaun. Stendur nokkuð vel í blubbinu. Ert þú að þessu að lífi og sál algjörlega? Er þetta bara þinn heimur? Það var nú einhvern tíðan gert grín af því á Þorrablóti að ég hafði gefið út geisladisk og það átti að reyna að ræða eitthvað við mig söng og annað og ég fór alltaf að tala merar. Þeir léku það. Það var ekki viðlíkt að tala neitt annað við mig. Það nú ekki rétt. Ég hef mörg önnur hugðarefni. En þetta auðvitað þetta bara lífsmunstur og þegar maður kominn í það þá lifir maður og hrærist í þessu. Það metnaður og ég hef sagt oft að þetta sé það stundum verið að tala um að hverju við fáum ekki framleiðslu eða hvað heitir þetta, beingreiðslur. Ég hef sagt að við ættum miklu frekar að fá listamannalaun. Þetta bara eins og listmálarinn að búa til góðan hest, þetta listsköpun. Mínum mati. Og fræði. Eins og listfræði. Jú. Þú eru að hafa þekkingu á litasamsetningu ef þú ætlar að búa til góða mynd. Jú, einmitt. Og það alveg eins í þessu að hafa eitthvað innsæi í það hvað að baki hverjum grip sem þú ert að leiða saman. Baldvin vill þó meina að það sé ekki alltaf nóg að treysta á eigið innsæi, en að bendir á að reynslumikið tamningafólk geymi oft upplýsingar fjöldan alla af hrossum. Ég hef borið gæfu til að segja mjög gott samstarf við Mette og Gísla á Þúum og þau eru náttúrulega með gríðarlega mikla flóru af kynbótarhrossum á Íslandi, búin að sýna mikið og gjörþekkja hesta. Þau gjörþekkja mína hesta líka, þau eru með þessi ekki konar á 3. ættlið eða meira. Þannig að þau þekkja mæðurnar, búin að temja ömmurnar og mömmurnar og reyndar svo stóðhestana líka og sína. Og þegar við leggjum saman í það að spekulera hvað myndi frekast passa saman, út úr því hefur mér sýnst við vera að fá alltaf betra og betra, það færir okkur alltaf fram. Og svo ég með tamningafólk líka sem hefur þekkinguna og við spekulerum saman. Og svo eitthvað sem kemur og sem ég ræði ekkert við. Nei. Einhverju sem hvíslað að þér þá? Já, ég veit það ekki alveg. Það bara sérviska sjálft. Ég reyna að halda í hana. En hvað það sem þú myndir, ef þú ert að stilla upp fullkomna kynbótahesti, hvað viltu sjá í brautinni? Ég vil náttúrulega fyrst og fremst sjá hest sem að maður sér útgeislun frá. Hann hann gengur í gegnum þessi, þú sérðu að þetta svona eins og tóm bylgja frá snoppu og horfir á hvernig mýttin og alveg aftur í gegn og sér hvernig taglið bylgjast í réttan hátt. Og horfir á hlið á hestinum að þá bylgist það svona, ekki svona. Og hreinggengt, ég hlusta mikið á taktinn. Maður sér þetta ekkert alveg alltaf. Fótaburður skiptir auðvitað miklu máli, en hann ekki allt. Maður með ekki gleyma því að það mýktin. Að manni líði vel þegar maður ríður. Og að maður sjái það að það geti allir riðið á hestin. Að geðslagi sér þannig, ganglagi þannig að það þurfi ekki sérfræðinga til að ríða á. Baldvin leggur gríðarlega áherslu á gott geðslag. Að hrossin búi við stillingu þannig allir geti riðið þeim, en sé svo líka tilbúin til átaka þegar eftir því kallað. Hann nefnir Blæ frá Torfunesi sem dæmi slíkan hest. Var dóttir þín ekki með hann? Jú. 1 metr og lék sér á honum.
var að dunda við að keppa og svona. Hún var ekkert að skora í hæstu hæðum, en hún var bara með og læriði mikið af honum. Og svo meðeigandi minn með hann núna í reiðmanninum fyrir sunnan. Já, Biskupstungum. Það fær nú varla betri hest í það verkefni. Já, hann vil meina það að það sé áhöld hvort reiðkennarinn eða blær eru betri. En hérna, hver þetta hérna? Ég er sem að taka hana með mér heim og eftir. Þetta hún hérna Eyja. Já. Hún undan Karli. Já. Og hérna Eldingu. Og hún á 4. eða hvað? Hún á 4. Já. Hún sem sagt sammæðra Eld. Já. Og Eðal. Yes. Og gæðaleg hún. Það verður ekki af henni tekið og falleg. Ég að vonast til þess að við séum að fá hérna framfarahryssu í ræktun. Já. Þannig þú ætti skilja alveg helling eftir af einhverju svona gullituðu verulega. Já. Það var alltaf með hana. Já, nákvæmlega. En auðvitað segir það ekki að það er ef maður getur líka treyst í að við erum svo mikið atrið að þegar maður selur hross svona ekki síst í ræktun sko, maður viti það að sé haldi vel fari vel með gripinn. Já, þetta ekki verður frá sig. Já, sjálfsögðu. Petronella Hanula er sænsk tamningakona sem hefur starfað við tamningar á Torfinesi. Við erum núna með 19 hestar á Tjálfum og það eru öll nema 2 á vegum Torfines með 2 aðkomur oss frá öðrum. Já. Og síðan erum við líka með fullt hesthús hérna uppi þar sem við erum leigja út pláss þar sem við gemum bara fólk úr sveitni og rýður út sjálfur. Já, ok. Og við erum alveg 17 hestar núna held ég á húsi í það. Þannig að þetta er bara svo Laugavegur þá eða hvað? Já, þetta er bara mjög fjölmennt eftir hádegi. Já, einmitt. En það er mjög gaman. Er ekki skemmtilegt? Jú, mjög gaman. Hvernig það fyrir þig, fyrir svona unga og efnilega tamningakonu að komast í svona gullkistu? Það er bara alveg magnað. Þetta er mjög gaman. Já. Mikið tækifæri fyrir mig. Já. Og eins og við erum mikið samstarfi við Mette og Gísla sem gefur mér líka miklu tækifæri þegar þau kemur hingað og hjálpar mér svona einu sinni annað hvern mánuð eða eitthvað og hjálpar mér með trippin. Já. Bara til að ég bara breytist líka, að ég verði ekki hérna bara einn út í Nei, nákvæmlega. Þannig að þú ert að læra jafn mikið á trippin, eða hvað? Já, alveg. Og ertu með mikið að trippin núna eða hvað? Við erum með rosalega lágan meðalaldur hérna hjá okkur núna. Við erum með, eins og sagði, 19 hestar og það eru 15 af þau sem eru á 4. vetri, bara 2012 árgangur. Já. Og síðan 2 5 vetra, 1 6 vetra og 1 8 vetra. Þannig að þú ert meira að minna bara í ungbarna uppeldi eða hvað? Já, það er bara að reyna á leiðbeina þau í lífinu, byrjunni. En það er mjög gaman. Við erum mjög gaman af yngri og sinn og rosalega gaman að bara geta fá og bara gera alveg eins og maður sjálf vil hafa þau. Já. Það er gaman að sjá hvernig það virkar. Og topp aðstaða og... Já, náttúrulega frábær aðstaða þarna og reiðhöll er náttúrulega alveg nauðsynlegt nú til dags sko, eins og veðrið er á Íslandi. Já, nákvæmlega. Það þarf það að vera. Og við biðjum Petronellu að velja sér eitt efnilegt trippi til að sýna okkur. Þetta er hann Grani. Hann er undan Raust frá Torfinesi og Korgur frá Ingólfsskóli. Já. Mjög efnilegur. Rosalega skemmtilegur hestur að vinna með. Ok. Hann er geðslega alveg upp á 10. Það er alveg og mikið fútaburða græja en samt það er búin að vera gott jafnvægi í honum frá byrjunni. Já. Hann er og bara maður myndi geta að leyfa bara krakkar að fara á honum núna. Þá hann er bara 4. vetra svona 5 mánuði, 6 mánuði tæmi kannski. Já. Samtals, 5 mánuði held ég. Hann er algjör dýrðar hestur. Mikið uppáld. Hlakkar til að halda áfram að vinna með hann heyri. Já, mjög mikið. Held að hann eftir að verða mikið stjarna hérna úr Torfinesi. Já. Og golan kissir kinn og golan kissir kinn. Við kveðjum Ditta, Petronellu og fólki á Torfinesi og höldum okkar leið áfram á Húsavík. Baldvin kveður okkur með þessum fallega söng. Sem fjöllin fljúi móti mér, sem kolfur loftin kljúfi klárinn fer, og lund mín er svo létt, og lund mín er svo létt, eins og gæt ég gjörvallt lífi geisa fram í einum sprett. Hver fjöri æðar færist fáknum með, hver hjarta léttar hrærist, hlæri við geð, að finna fjörutöxtin, að finna fjörutöxtin. Thelma Dögg Tómasdóttir er 16 ára Húsavíkumær sem hefur verið að gera gott í keppnum norðan heiða síðustu ár og hefur hún vakið athygli fyrir prúða og góða reiðmennsku. Thelma lætur ekki fjallið þarna stoppa sér þegar kemur á keppnum, en
hún keyrir reglulega rúmlega 80 km leið til að taka þátt í mótum á Akureyri, jafnt vetur sem sumar. Thelma stundar sína hestamennsku í Saltvík við Húsavík, ásamt foreldri sínum og systur og var á fulla að þjálfa þegar okkur bara garði. Ég hef alltaf haft rosalega gaman af hestum og var svona að horfa mikið á svona hestaspólur og svona þannig. Já. Diska og svona. Þetta bara byrjaði svona þannig. Já. Byrjaði á reiðnámskeiði 4 ára hjá hana Sigga Matt og Eddu. Já, það var svona fyrsta námskeið sem ég fór á. Og þá var ekki eftir snúið eða hvað? Nei, það var bara haldið áfram. Svo fór ég bara í Mosó námskeiði þar. Já. Var þar bara fullt. Og hvað ertu mikið að ríða út svona? Það er alveg svolítið mikið, sko. Bara að reyna að taka sem flest hross ef ég get. Já. Á hverjum degi. Já. Reyna bara að gera það þannig. Í Saltvík er þessi flotta inniaðstæð sem Thelma nýtir sér til fullnustu. Það er svona alls konar lyfkunæðing og fimæðing og það er rosalega gott fyrir hrossin. Já. Ef þeir eru styrð og svona. Taka þau inni og æfa þannig. Svo náttúrulega fer ég út svona, þegar eru keppninar að koma. Þá byrja ég svona að æfa prógrami sem ég ætla að ríða í keppninni og fer oft á Akureyri og æfi þar og svona. Tek út hínu. Já, einmitt. Já. Hvað finnst þér að skemmtilegasta við þetta allt saman? Það sé ekki bara að þjálfa og keppa. Svo náttúrulega er langt skemmtilegast að ríða út á sumrin í góðu veðri og svona þannig. Já, já. Og þetta er hann taktur? Já. Já, getur sagt mér eitthvað frá honum? Já, það er bara aðalkeppnishesturinn minn. Já. Þannig að keppi mest á honum í töltu og fjórpangi bara. Já. Og hann er svona, veist hann líka svona skemmtilegastur í fimæðingum og svona þannig. Hann er rosalega góður í því nefnilega. Og þið náðu vel saman þar? Já. Við erum alveg rosalega góðir vinir bara í öllu og svona. Er þetta ekki þolinmæðisvinna samt, þessar fimæðingar? Jú. Maður þarf alveg að vera með alveg svona pínu þolinmæði en því þetta er svo gaman, þá getur maður alveg verið svolítið lengi í þessu bara. Já. Þú varst nú að segja að þið væri hérna að þið næðu vel saman í fiminu og svona. Já. Og ég greinlega skilja það að þið þykir vænt hestur. Er þetta ekki svolítið sérstakt samband? Jó, ég náttúrulega fékk hann í fermingagjöf fyrir 2 árum. Já. Og þetta hefur alltaf verið uppáhaldshesturinn minn. Já. Bara þannig. Eins og Thelma segir, þá notar hún mikið fimiæfingar við undirbúning fyrir keppni. En einnig er hún farin að prófa sig áfram með tamningar og stefnir ótröð á þá braut. En hún ætlar, eins og svo margir, að fara á hóla eftir framhaldsskóla og nema fræðin. En fimiæfingar og hefðbundin hestamennska er ekki það eina sem Thelma fæst við. Já, svona oftast rosalega gaman að leika sér svona með og kenna hluti. Já. Svona láta kenna svona hlaupa eftir sér og svona þannig. Ok. Það er ótrúlega gaman að gera þannig að vera á baki og standa á þeim og meðan þeir eru bara laus og svona. Já. Hestarnir hafa líka mjög gaman að því. Já, þið finnst það? Svona, já, svona öðruvísi. Hver er lykillinn á bakvið það að geta kennt hesti svona? Segjum bara að fólk sem stundar hestamennsku fyrir reiðtúr og svona langar til að læra þetta. Hver er lykillinn? Hvað skiptir máli? Hestarnir þurfa náttúrulega að vilja að læra eitthvað svona nýtt og vera svona vinnufúsir líka. Já. Og það sé ekki bara, maður lærir þetta bara. Ég var svona oft í því bara YouTube eitthvað myndbönd og svona og byrjaði bara svona og fór svo alltaf bara lengra og lengra. Já. Og þetta er nefnilega ógeðslega gaman, það er alveg hægt að kenna þeim allt sem maður vill. Bara sem að kennur hundinum að heilsa á svona? Já, bara svona akkurat þannig. Lokamót KS-deildarinnar fór fram miðvikudaginn 7. apríl síðastliðinn, en það var keppt í 2 greinum, slagtaumatölti og fljúgandi skeiði gegnum höllina. Það er skemmst frá því að segja að Gústaf Ásgeir Hinriksson og grunnsonurinn Skorri frá Skriðulandi stóðu efstir eftir forkeppni með einkunn upp á 7,70. Þeirri forystu héldu þeir eftir tvísýna keppni við Fanny Dögg Indriðadóttur á Brúi frá Grafarkoti sem endu í öðru sæti og Mette Manseð á Vita frá Kaðrahóli sem urðu í 3. sæti. Í 4. sæti urðu Ísólfur Líndal og Gulltoppur frá Þjóðólfshaga og Þórarinn Eymundsson og Taktur frá Varmalæk sem endu í 5. sæti eftir að sigra B-úrslitin fyrir kvöldið. Keppni í fljúgandi skeiði hófst strax í kjölfarið á slagtaumatöltinu. 2 umferðir voru skeiðar og gilti betri tíminn eins og venja er. Besta tíma kvöldsins átti Korði frá Kanastöðum og knapi hans Ísólfur Líndal.
en þeir fóru í gegnum höllina á glæsilegum tíma 4,96. Í öðru til þriðja sæti með tíman 5,01 urðu þeir Hrappur frá Sauðárkróki og Bjarni Jónasson og Segull frá Halldórsstöðum og Elvar Einarsson. Sem fyrr segir var þetta lokamótið í KS-deildinni þetta árið og á loknum 5 keppnisgreinum var það lið Hrímnis sem stóð uppi sem sigurvegari og Þórarinn Eymundsson sem sigraði einstaklingskeppnina. Hann einmitt liðstjóri Hrímnisliðsins. Mette Mansteð var önnur stigahæsti einstaklingskeppninni og Ísólfur Líndal sá þriðji. Á ferð okkur Akureyri daginn rákustu á Gest Pál Júlíusson dýralækni sem staddur var hjá Baldvinara Guðlaugssyni og fjölskyldu. Gestur var að yfirfara kynbótahross sem stefnt með í sýningu, taka blóð úr stóðhöstum og sinna öðru nauðsynlegu eftirliti. Við gripum Gest glóðvolgan og fengum hann til að fræða okkur hvað hinn almenni hestamaður þarf að hafa í huga varðandi heilbrigði hrossa. Það náttúrulega bara að fylgjast vel með hestinum og þegar maður tekur hesta á hús og það alltaf að passa svolítið upp á og byrja hægt að gefa þeim ekki kraftmikið hey og ekki of mikið. Út af hverju það? Af því að þetta er svona ákveðin fóðurbreyting fyrir þá og ef þau fá kraftmikið hey þá geta það að fara að svitna í nára og geta fengið svona meldingarsli en jafnvel hrossasvott út frá því. Þannig að það er betra að fara bara hægt í sækirnar og taka á bara inn og gefa þeim lítið til að byrja með og fara rólega á stað og leyfa hestum að jafna sig í viku 10 daga áður en að það fara að gera nokkuð sko. Allt til að jafna og svona og dunda svona en að leyfa þeim að jafna sig á breytinguna og vera komin á hús. Gestur ekki bara dýralæknir, hann menntaður járnungameistari og hefur járnað hrossum árabil. Það er náttúrulega að fylgjast vel með því að lappirnar séu vel til hafðar. Við erum náttúrulega að ríða á hestinum og við þurfum að hafa hann á skeifum til að verja hóinn og við erum með skeifu til þess og við þurfum náttúrulega að vanda það svolítið og leggja metnað í það og passa fótstöðu og hóarnir að hestarnir koma inn eru litlir en það er yfirleitt nú bara svona slétta og rekhundir og þannig núna er kemur fram í mars að virða járningatímabili er bara 8 til 10 vikur og járna upp og passa að þó að skeifurnar tolli undir að fótstaðan sé rétt þannig að við séum ekki að ofbjóða hestunum okkar. En það þarf að huga fleiru. Það er svona gott að gefa þeim ormalyf og rækvöndan faxi og svo náttúrulega þarf að kíkja upp í hesta og athuga tennurnar á þeim einu svona ári. Bara það er ekkert endilega að gera neitt en allavega að fá dýralækni til þess að skoða vel upp í hestin og sjá hvort það sé eitthvað og ef það er eitthvað þá gera við undir ástafanir. Í hvað tilgangi það er? Hvað segirðu þá? Að hverju ertu þá að leita? Ég er svona að leita að tannbrotum sem koma. Við náttúrulega erum að taka hestin úr sínu umhverfi. Hann er eins og þegar hann er úti, það bara borðar hann 19 tíma á dag. Við erum að fóðra hann á húsi og hestunni getur kannski bara 4-5 tíma. Þannig að við þurfum svona að fylgjast vel með tönnum og öllu í kringum hestin þannig að þetta sé í lagi og það er svona ákveðin galli í sumum hestum að þeir mynda tannbrota meira en aðrir og þeir raga þá út í slímununa og maður þarf svona að taka þá. Gestur fjárfesti nýlega í nýjum vélknúnum raspi fyrir tannherðu sem auðveldur honum verkið mikið eins og við sjáum hér. En hvers vegna þarf að raspa tennur? Sko, það er náttúrulega þessi tannbrotar eru til staðar og þeir náttúrulega maður fyrir að leggja á hestin og setja hann beisli og mél upp í hann og þá náttúrulega fyrir að reyna meira á þetta og þá náttúrulega getur það valdið skaða og hesturinn getur spennst upp, það getur fara að blæða úr honum og þannig með þessi sár sem myndast eftir þessa tannbrota það blæðir ekkert endilega úr þessum sárum. Þetta eru svona krónísk gömul sár að því hesturinn er líka bara út á túni með þessa tannbrota. Hann kemur ekkert við að við séum að ríða á hann. Nei, einmitt. Og það er svona kannski melsærindi sem maður skilgreinir frá tannbrotasárum. Þannig að þetta helst allt svona í hendurinn. Þetta ef hesturinn líður vel og hann er komið með búið að taka tannbrotana og búið svona aðtökast að jafnvægi í munninum og hesturinn sé eðlilegt að þá líður honum mun betur og hann er spennulaus. Gestur mælir með því að skoða sig upp í hross allavega einu svona ári og einnig að þessi mikilvægt að kíkja á skaufa á hestum, sérstaklega geldingum. Hvaða tilgangi þjónar það? Þannig að við erum að gelda hesta, þannig að hreinsa þessi ekki sjálfur og það er, eins og Matti Eið segir, það er ákveðin svona gall í hönnunni á tillingnum á hestum og það er svona hólf og það myndast bara að hesturinn er að míga ákveðið svona úrgangsefni sem hlaðast upp í undirfóruðinni og þarna frammi og þetta safnar svo bara upp og getur gríðarlega stóri sko. Og þeir ná ekki að losna við þetta sjálfur og finna þá til. Já, og finna þá til. Og geta ekki pissað og... Já, svona veldur óþægindum.
kannski ekki gríðarlegu sársauki, en þetta svona, maður hefur heyrt alveg ótrúlegustu sögur að hestar hafa slaknað og batnað bara við að losna við mannstein. Já. Segjum svo að þú ert að horfa á hest út í Gerði og hann að míga og þið grunar að hann sé með landstein. Hver eru einkennin, svona fyrir þá sem ekki vita? Þeir svona slaka honum ekki almennilega út og eru svona kannski tipplandi þegar þeir eru að reyna við þetta og svo sér maður oft bara óhreinindi á skaufanum sjálfum. Já. Þannig að bara fylgjast með því. Þá gott að skella í eina skoðun. Skella í eina skaufaskoðun. Við þökkum gesti fyrir góð ráð og leyfum hann að halda áfram að sinna hrossunum að spadda. Við ljúkum þættinum í kvöld á að kíkja upp í Reiðhöllina á Akureyri, en þar stendur nú undirbúning fyrir stórsýninguna Fákur á fjör sem hæst. En hún fer fram næstkomandi föstudagskvöld og hluti á norrlensku hestaverslunni dagana 22. til 23. apríl. Þessir 8 knappar voru í óða önn við að fínpúsa atriðið sitt þegar skepnarsbrettur leitin á æfingu til þeirra. Atriðið munsturauð höllina og hafa þeir verið að undirbúa atriðið frá því fyrir jól. Já, við byrjuðum samt þetta var ákveðið fyrir jól hvaða hópur þetta væri og svona byrja að undirbúa þetta, fundir og svona, en svona alvöru æfingar hófust fyrir mánuði. Og hvað eru þið að gera? Hvernig atriðið eru þið með? Við erum með svona munsturreið sem þarna miklar æfinga en það svolítið erfitt. Helma býr á Húsavík og svo það svolítið erfitt að samjast á æfingu og svona, en það er reddast. En við komum samt alltaf af samkomulagi bara með allt. Já, það var svo góður hópur bara. Já, við erum hér samrýndar sko. En hvernig verður svona munsturreið til? Ferlið byrjaði bara þannig að við völdum í hópa. Og við völdum sérst okkur allir saman og eins og segið þá samvinnan bara búin að vera æðisleg. En þetta byrjaði sérst þannig að við fundum bara, þurftum að finna lag, þurftum að finna búninga og svo var það Vala sem samdi prógrammið. Og það þurfti að breyta því svolítið og náttúrulega bara samræma útföðlu og svo var náttúrulega búið að finna lagið og allt núna. Þannig að þetta alltaf smella saman. Lagavalið tók alveg bara frá jólum og þar til núna bara á síðust æfingu þá bara þetta búið að taka aldrei 4 eða 5 mánuði að finna lag. Er það þá Bieber eða eitthvað svoleiðis? Nei, þetta er svona remix, það heitir Eye of the Tiger og svo náttúrulega má ekki gleyma Línu, þjálfaranum okkar. Hún náttúrulega hefur hjálpað okkur mikið í gegnum þetta og sagt okkur hvað við erum að gera og hvað við erum að gera betur og gott að hafa svona góða að. En þurfi ekki að vera með hestastelpur sem eru svolítið með góðar taugar? Ég meina, hér er Hávaði og Eye of the Tiger og allt að gerast. Það þarf, en ég held að það sé ekki vandamælan einum með okkur. Ég held samt að við þurfum að taka klappaæfingu, sko. Já, það þarf að þjálfa hestana þessu upp í þessi læti sem koma. Hvernig er að semja eitt stykki munsturriðaprógram? Dreymir þið munsturriði eða hvernig fer þetta fram? Þetta er bara í rauninni, þú þarft að hafa gott hugmyndaflug, hvað þú vilt, mikið flæði í sýningunni. Og þetta var bara að byrja, ég var veik heima, ég hafði ekkert að gera, síðan fór ég að hugsa bara já, ég vil koma með eitthvað öðruvísi og ég fann alveg fullt af öðruvísi hlutum og Lína hjálpaði okkur líka, hún hjálpaði okkur að breyti þessu öllu að því að við vorum komið kannski að koma árekstrar þar sem við þurfum að bara svona já, við þurfum að skoða þetta aftur og síðan er þetta bara að þú hefur bara hugsa nógu vel og fatta bara hvernig þetta þarf alltaf að stemma saman. Svo samhafingi sinni víðustu merkingu. Já, nákvæmlega. Er þetta ekki, þú getur þeim í alla svara með núna, svolítið kröftulega þegar kraftur í ykkur. Er þetta ekki ógeðslega skemmtilegt? Jú! Það er svona eiginlega hápunkturinn að þetta er svo rosalega stórt og mér finnst þetta alltaf gaman, ég er alltaf að hlakka til bara mjónum, yes, það fer að styttast í þetta, Þetta er alltaf rosalega gaman og bara undirbúningarinn og allt. Við verðum svo mikil heild líka eftir þetta, við erum farið saman og borðað það og spjöllum bara saman og þetta myndar svona hópur, það er svo gaman. Við erum bara svona svo fjóra drottningarnar. Já, spennandi verður að sjá atriðið fullklárað á Fákur á fjörum næstu helgi. En við kveðjum ykkur í kvöld með svipmyndum frá æfingu. Verið sæl.